ákvæðum lögreglulagana heimild til þess að hafa afskipti af borgurum til þess að halda uppi almannafriði og allsherjarreglu eða koma í veg fyrir yfirvofandi röskun og líka til þess að gæta að öryggi einstaklings og almennings. Og lögregla hefur í þessu skyni margvíslegar heimildir, til dæmis þær heimildir að fara inn á heimili fólks, vísa fólk á brott af svæðum eða fjarlægja það í burtu af svæðum og svo framvegis. Þannig vissulega vandrataður meðalvegurinn og það mælt fyrir það í lögreglulögunum að lögreglan á í öllum tilvikum að gæta meðalhófs. Og við fáum mjög gjarnan á okkur gagnrýni og gagnrýnin kemur úr öllum áttum. Við erum bæði gagnrýnd fyrir það að ganga of skammt, gera ekki eitthvað þegar að þörf hefur verið á því og í öðrum tilvikum fyrir að ganga of langt. Og það áhugavert að skoða í þessu samhengi nýlegan dóm Hæstaréttar þar sem að var fjallað nauðungarvistanir og heimildir lögreglu til afskipta og frekari aðgerða eftir að óttast var mann og velferð hans. Það kom tilkynning til lögreglu það að það var óttast mann sem hafði ekki komið út frá heimili sínu í nokkuð tíma og lögreglan fer inn á heimili hans, finnur hann þar og kallar síðan til lækni og hann fluttur á sjúkrahús það sem metið að það sé ekki þörf á að gera neitt freka fyrir þann mann. Þessi maður krafði skaðabóta hálfu ríkisins fyrir allar þessar aðgerðir og í dómi Hæstaréttar þá var farið yfir stjórnarskrárvarin réttindi hvers og eins til friðhelgi heimilis og einkalífs og þær voru bornar saman við heimildir lögreglu til afskipta þegar óttast líf og heilsu fólks. Og niðurstaða Hæstaréttar í þessu máli var mjög skýr. Hún var sú að lögreglan hefði samkvæmt lögum þröngar heimildir til afskipta og hafi í þessu tiltekna máli þegar hún fer inn á heimili mannsins, leggur það mat á hann að það þurfa að kalla til lækni og skoðan, verið innan þeirra heimilda. Og ég hef sett hérna upp beina tilvitnun úr Hæstaréttardómnum, þetta nú of langt til þess að lesa þetta upp en áhugavert fyrir þá sem að vilja skoða þetta frekar að kynna sér þessa umfjöllun heimildir og þann ramma sem að lögreglan þarf að vera innan. En svo ég dragi þetta saman í stuttu máli þá það skýrt samkvæmt lögræðislögum að lögreglu ber skylda til þess að aðstoða lækni við að flytja mann nauðugan á sjúkrahús. Það ekkert sem að lögreglan getur gert ef að læknir fer fram á þetta, hún verður einfaldlega að hlýða því. Þetta byggist á því, af hverju erum við með þetta fyrirkomulag, velta menn væntanlega fyrir sér, þetta byggist á þeim heimildum sem að lögreglan hefur lögum samkvæmt til valdbeitingar. Það eru ekki margar aðrar stéttir sem að hafa slíkar heimildir lögum samkvæmt hér á landi. Þetta byggist líka á þjálfun hennar og reynslu við að takast á við þær aðstæður sem að blasa við og hefur verið lýst ágætlega hér í dag. Það eru mun fleiri tilvik hins vegar þar sem að lögregla kölluð til af öðrum heldur en læknum vegna andlegra veikinda og aðkoma lögreglu í þeim tilvikum á grunni heimilda sem að finna í lögreglulögunum. Og upplýsingar fjölda þeirra tilvika þar sem að læknir kallar til lögreglu og hún þarf að aðstoða við að flytja nauðungarvistaða mann á sjúkrahús met ég svo að það bendi ekki til þess að þessi fjöldi tilvika að það sé verið að kalla á lögreglu í tíma og ótíma eða óþörfu heldur það gert einungis þegar að þörf krefur. Að lokum þetta, í Hæstaréttardómnum sem ég vísaði til áðan, þá áhugaverð setning þar sem verið að fjalla heimildir lögreglu og Hæstiréttur segir, og ég læt það vera mín lokaorð, að slík heimild til handa lögreglu að beita valdi við þessar aðstæður samrýmist því viðhorfi sem ríkir í íslensku þjóðfélagi að stjórnvöldum ber að láta sig varða velferð fólks svo framarlega sem ekki sé vegið að grundvallarréttindum borgaranna. Takk fyrir mig. Við þökkum Stefáni fyrir þessa samantekt aðkomu og heimildir lögreglunar. Já. Eina mínútu? Eina örstutta mínútu? Eða bara alveg bara 60 sekúndur? Það er ekki boðið upp á hér á þessum fundi
spurningar eða neitt slíkt úr sal, en ef þetta er 1 stutt mínúta. Já, af því að það er nefnilega komið að kaffi. Já, ég veit. Já. Ágætu fundamenn, ég mjánaði með þessa ráðstefnu hér og fagna henni. Saga Björns vina míns Hjálmarssonar var alveg kórrétt. Vandinn var bara sá að málið var aldrei fullur rannsakað á Hollandi. Og við vitum það hafi verið skrifað skáldsögur þetta. En hvað gat landlæknir gert? Málið var í höndum geðlækna og þannig kynnti sér þessu máli að fyrsta mál sem kom á mitt borð þegar ég tók við embættinu 1972, 1. október, var bréf á borði mínu frá aðstandenda hvort ég gæti ekki útvegað sjúkling, nánum aðstandenda, pláss á sjúkrahúsi erlendis því hann var búinn að vera 10 ár í fangelsi hér. Ég leitaði upp manninn, hann lá á Litla-Hrauni. Ég fór þangað og baði að fá að skoða, talaði við manninn, já það var bara ekki hægt, hann er lokaður í sér deild. Ég krefst þess að fá að skoða, talaði við manninn og jú, þeir tóku við mér og 2 fóru með mér. Það var lokaður klefi og ég ætla inn, ég kem ekki til mála og sagði þeir, við fyrir með þér, hvaða vitleysa segi ég. Ég fyrir einn inn og fer inn og sitt og tala við mannin í heila klukkustund. Þessi maður var geðklofi og var búinn að vera 11 ár í fangelsi. Hvað gat landlæknir gert? Ég talaði við ráðherra, en það var alltaf seginsaga þegar ég fór að ræða þessum mál, þá voru konið 2-3 geðlæknar sem voru algjörlega á móti að gera neitt. Því að ég sá eina ástæðu sem að bjarga þessum málum einhverju leyti var að stofna sérdeild fyrir geðsjúka sem höfðu verið dæmdir vegna ofbeldisverka. Ég hóf baráttu fyrir þessu og það endaði með við náðum upp Sogni. Það tók 20 ár. Það tók 20 ár. Og ég gleymi því aldrei að iðulega var hringt í mig frá mönnum sem höfðu, landlæknum sem höfðu tekið að sér bæði í Noregi og Svíþjóð. Já, nú erum við búin að lækna þennan mann. Hvað getið þið gert? Já, ég get ekki boðið nema fangelsi. Já, þá höldum við honum bara áfram söður. En þetta var eina sem landlæknum gert. Nú er mínútan búin. Mínútan er liðin. Já. Þakka ég kærlega fyrir. Nú er komið kaffið og við byrjum aftur klukkan korter í 3. Það eru blöð frammi ef þið hafið einhverjar spurningar sem þið viljið skilja hérna eftir hjá mér fyrir pallborðið.